Það annars vegar velsæld í samskiptum við aðrar þjóðir, þar sem Ísland viðurkennt sem jafnfætis öðrum, og svo sjálfstjórnin per se. Og ég held því fram að þessi tvíþætta sjálfsmynd sem verður til í sjálfstæðisbaráttunni skýri á ákveðinn hátt togstreituna sem við höfum alltaf verið í þegar kemur að samskiptum við önnur ríki. Það eru fá deilumál í stjórnmálum á Íslandi sem verða jafn hatrömm eins og deilurnar utanríkistengsl. Þegar strax bara eftir sjálfstæðistökuna þá öðlast Ísland fullveldið og sjálfstæðið á þeim tíma sem að við erum ennþá inn í þessari gömlu vestfalísku hugmynd insúleruð, einangruð ríki með fullvalda hvert fyrir sig. En strax í kjölfarið kemst á þessi nýja heimsskipan eftir seinni heimsstyrjöld, alþjóðalaga og alþjóðastofnana, og við lendum strax inn í þessari togstreitu. Við erum með aðra sjálfsmynd þar sem við erum loksins komið fullveldið, en við verðum samt sem áður til þess að viðhalda þeirri velsæld sem var markmið sjálfstæðisbaráttunnar að hluta til, líka taka þátt í alþjóðastofnunum, því annars stöndum við jafnfætis öðrum þjóðum. Þetta er togstreita. Og Atlantshafsbandalagsaðildin kemur þarna strax í kjölfarið. Og það varla deilt jafn mikið nokkurt mál heldur en aðildin að Atlantshafsbandalaginu. 30. mars 1949 var slegist á Austurvelli. Þjóðin var algjörlega klofin í tvennt. Á forsíðu Morgunblaðsins daginn eftir stendur trylltur skríll ræðst á Alþingi. Í Þjóðviljanum stendur landráðalýður hefur selt fjöregg þjóðarinnar eitthvað starf. Algjörlega öndverða skoðanir. En báðir aðilar, þeir sem vildu að Ísland yrði í Atlantshafsbandalaginu, stæði með öðrum vestrænum þjóðum og nýtti fullveldisrétt sinn með þeim hætti til þess að tryggja velsæld sína og öryggi, og hinir sem töldu að þarna væri landráð að ræða, Ísland hefði selt frá sér fullveldið með þessari aðild, þeir sækja báðir í sömu rót úr sjálfstæðisbaráttunni þjóðina og fullveldið. Sama var í aðildinni að EFTA 1970, sama í EES-samningnum 1994, nákvæmlega sama í Evrópusambandsaðildarumræðunni sem hefur farið fram og Ísland sótti hérna aðild á sínum tíma. Og utanríkistengsl áttu síðan ekki eftir að hafa valdið jafn miklum átökum á Íslandi og síðan í Atlantshafsbandalagsdeilunni heldur inn í Icesave. Gengur þetta nákvæmlega sömu braut og alltaf þetta það sama sem að verka, og núna að rífast einhverja orkulöggjöf sem enginn veit hvað merkir eftir nákvæmlega sömu braut. Það nefnilega, og kem ég kannski að einhverjum lokum, það ofta eitthvað í sköpunarsögu ríkja það sem verður til einhvers svona grundvallarhugmynd ríkisins sem að ríkið í rauninni reist á. Og við þekkjum þetta í löndunum í kringum okkur. Í Bandaríkjunum, þessu merkilega samfélagi sem ægir öllum saman og kemur úr öllum áttum, þá samt til svona ein grundvallarhugmynd sem bara frelsi, freedom. Kom allt til Bandaríkjanna for freedom. Og það skiptir eiginlega, alveg sem okkur við fyllir, það skiptir ekki almennilega hvaða merkir raunverulega frelsi. Þú verður bara að tala í nafni frelsisins, allt sem gert í nafni frelsisins. Ef þú ætlar að koma á helsi, þá það í nafni frelsis. Eftir árásina á Tvíburaturnum 11. september 2001 og þá var farið að stað með hennar lagabálk föðurlandslagana sem takmörkuðu verulega frelsi einstaklingana. Og til hvers voru þessi lög sett? Jú, til þess að verja frelsið. Ekki satt. Tökum tvö lönd í Evrópu, Þýskaland og Frakkland, gjörólík sköpunarsaga,
gjörólík grundvallar hugmyndum rauninni staðsetningu valdsins. Í Frakklandi hafði verið til fullt af litlum þjóðum á þessu svæði. Það eiginlega bara Baskarnir sem eru svona eftir þessum gömlu þjóðum. Ólík tungumál, ólíkar þjóðir, áttu lítið sameiginlegt. Þjóðin búin til að ofan. Og þess vegna þessi krafa að allir verða að vera rosalega mikið franskir. Og tala frönsku bara nákvæmlega eins og hún töluð á Café Fleur í við Saint-Germain í 5. hverfinu í París. Talar ekki þannig að það ekki almennilega fransku. Menningarleg krafa og verður að vera alveg fransk. Og stjórnmálamaður sem væri að tala fyrir miklu dreifræði, segir með auknum frelsi fyrir Alsace-hérað. Það gengur ekkert upp í frönsku stjórnmál. Alveg öfugt í Þýskalandi. Í Þýskalandi koma þjóðirnar saman á fundi og stofna Þýskaland, í grunninn fullt af þýskum ríkjum koma saman og búa til Þýskaland, búa til svona að neðan og upp. Og það byggist algjörlega á dreifræðis hugmyndinni. Auðvitað hafa verið tímabil í Þýskalandi sem við þekkjum þar sem að menn hafa haft aðrar hugmyndir. En þetta samt grunnurinn að sambandsríkjum í Þýskalandi í dag sem var stofnað eftir hörmungar seinni heimsstyrjaldarinnar þessum og með mikla sjálfstjórn hvers ríkis fyrir sig. Og stjórnmálamaður sem talar fyrir aukinni sjálfstjórn ríkjanna, Lenders í Þýskalandi, hann algjörlega inn í ramma þýskra stjórnmála. Á meðan annar stjórnmálamaður sem vill auka viðstjórnarvald Berlínar það ekki. Þannig að það oft eitthvað í sköpunarsögunni sem veldur grundvallarhugmynd í landinu, í ríkinu, sem öll pólitík tekur mið af og hverfist utan um. Og í tilviki Íslands hægt að finna eina svoleiðis grundvallar hugmynd og hún sú að Ísland sé fullvalda. Takk fyrir. Spurningar? Sérðu einhverjar svona breytingar á næstu áratugum eða hvernig setur Brexit inn í Þar auðvitað á ferðinni svona samskonar grundvallar hugmynd sem þjóðar sjálfsmynd skulum við segja. Sem verður til í sögu ríkisins. Bretar eru ennþá með sjálfsmynd heimsveldisins að miklu leyti þó svo að það sé löngu horfið. Að þá hefur það alltaf þvælst fyrir þeim í Evrópusamvinnunni. Þeir hafa aldrei almennilega vitað í hvorn fótinn þeir eiga að stíga út af arfleifð heimsveldisins. Og eftir seinni heimsstyrjöld hélt Winston Churchill tvær svona mjög frægar og afdrifaríkar ræður. Ein var haldin í Zurich 46 minnum mig. Þar sem hann talaði nauðsyn þess að stofna Bandaríki Evrópu, United States of Europe. Og hann sá veröldina þannig að það væri rauninni þá 3 meginöfl í heiminum, á Vesturlöndum, sem myndu verða ráðandi í heiminum. Það væri Bandaríkin, Bandaríki Evrópu og svo breska heimsveldi. Þetta var utanríkisstefna Breta hefur alltaf á svona eftir seinni heimsstyrjöld verið þríþætt, svona 3 mengi sem skarast með ákveðnum hætti þetta. Það í fyrsta lagi Commonwealth, gamla heimsveldið. Í öðru lagi special relationship með Bandaríkin. Evrópa bara svona þriðja stoðin. Þetta hefur ollið þessari togstreitu. Það var 2 leiðtogar Íhaldsflokksins.
farið fram með svona afdrifarík veðmál í þessum efnum eftir að Bretar gengu inn í Evrópusambandið. Fyrst setti Margaret Thatcher aðildina í þjóðaratkvæðagreiðslu og vann hana. Þannig að Bretar ákváðu að vera áfram. 76 finnum við. Og svo var það dreift. Það er fyrir dagar. Það er fyrir dagar Thatcher, já, það er rétt. En já, hún fór sér á endursamdi og en síðan er það Cameron sem að tapar sínu veðmáli þegar hann setur þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu sem átti að enda deilurnar í íhaldsflokknum Evrópumál. Þið veitum hvernig það fór. Ég vil spyrja í sambandi við íslenska þjóð og það allt saman, þegar þú stúdar líka gang þjóðernisstefnu núna í nútíman sem að þá er að spretta af einhverju, eða það er fundin einhver rót undir það og myndmál og tákn og allt þetta. Hvernig finnst þér þessi þróun svona, hvar í ferlinu er hún og hvaða hlutverki gegnir hún í þeirra og hverju getur þú spáð aðeins? Ég var búinn að uppálagt hérna í þessu málþingi að tala framtíðina af verkefnisstjórn fullveldisafmælisins. Þannig að við þurfum að hafa þetta smáloka orð framtíðina. Þú ert bara búinn að bretta á umræðefni sem að Sko, við erum auðvitað stödd núna einhvers staðar á Vesturlöndum þar sem að þjóðernishyggja er svona með endurkomu eins og sagt er í tónlistinni. Það er comeback hjá þjóðernishyggjunni og sem að rýkur upp út allt og þá auðvitað leita menn í eitthvað innra. En þessi þjóðernispopúlismi sem við verðum að verða vitna í dag, hann gengur öllur út á átök og svona skipta þjóðum og fólki upp. Það er alltaf barátta milli einhvers sem erum við, einhverja okkar sem erum góð og hrein og ber að vernda og svo hinna sem eru þó ekki hluti af okkur, þetta er einhver standa fyrir utan okkur stendur ógnað. Það er alltaf us and them í þessari hugmynd og þjóðernispopúlistar dagsins nota alveg gríðarlega öflugt retorískt vopn sem að fer fram eiginlega í svona þríþættri, eða svona þriggja laga. Það er í fyrsta lagi að ala á ótta í garð einhvers konar utanaðkomandi ógnar sem að okkur innri þjóðinni steðjar. Saka sér hina innlendu elítu að hafa, sem þeir oft búa nú til sjálfur bara, að hafa svikið þjóðina í hendur hinnar utanaðkomandi ógnar og stilla síðan sjálfum sér fram sem hinni einu vörn, brjóstvörninni, fyrir þjóðina gegn hinnar utanaðkomandi ógn. Það er íta til hliðar en innlendu elítu og berjast gegn hinnar utanaðkomandi ógn. Þetta er að gerast alls staðar og við höfum séð þjóðernispopúlisma framgang þessara stjórnmála eftir seinni heimsstyrjöld ganga núna svona í gegn í þremur bylgjum, sem má segja. Fyrsta bylgjan reis upp í kjölfarið olíukrísunum 1972, Front National í Frakklandi, fremstu flokkarnir á Norðurlöndum og svo framvegis, hjaðnar aftur. Síðan í kjölfarið á endalokum kommunismans og falli Berlínarmúrsins með auknum straumi fólks austur úr álfu, þá kemur þjóðernispopúlisminn upp á nýjan leik. Jörg Haider kemst til valda í Austurríki og Pim Fortuyn kemur fram í Hollandi og svo framvegis. Spanski þjóðarflokkurinn væri miklu meira máli í Danmörku heldur en að Fremskrittspartíin hafi náð áður. Sú bylgja átti aðeins eftir að hjaðna líka, en síðan í kjölfarið af fjármálakrísunni 2008, við segjumst 10 ár, þá höfum við séð algjöra sprenging í þessum þjóðernispopúlisma sem er ekki lengur einhverjar róttækar hreyfingar á jaðrinum. Þjóðernissinnar og í þessum fyrri bylgjum voru jaðarstjórnmálamenn.
en bara í einhverjum svona, hermannaklossum og með nasistatákn og svona hnefar á lofti. En núna þetta bara venjulegir meginstraum stjórnmálamenn í sko velsniðnum jakkafötum og sæmilega máli farnir og svo framvegis sem beita sömu orðræði fyrir sig og gera kröfum að vera teknir alvarlega og vera jafngildir svona meginstraum stjórnmálamenn. Nú vitum við ekki ennþá, og ég einmitt að skrifa, byrja á nýju rannsóknarverkefni, bókaverkefni þessu sögulegu þróunsáttir. En nú vitum við ekki almennilega ennþá hvort við séum á toppi þriðju bylgjunnar sem hjaðnar eins og hinn og tvær, eða hvort að fyrirbærið hafi bara umbreyst eðli og verði eitthvað öðrum, taki eitthvað yfir. Það svona það sem við þurfum að fylgjast með, en það auðvitað líka áhugavert að velta fyrir sér af hverju svona flokkar hafi ekki náð samsvarandi máli á Íslandi eins og víða annars staðar. Þetta séu 3 ástæður fyrir því. Fyrsta ástæðan svo að þjóðernishyggja var aldrei útskúfuð hugmyndafræði á Íslandi eftir seinni heimsstyrjöldina eins og alls staðar annars staðar í Vestur-Evrópu. Þú gast ekki komið fram bara hérna í Frakklandi eða Belgíu eða á Ítalíu og sagt hérna ég þjóðernishyggja. Gekk ekki upp í stjórnmál. Hérna var það ekkert mál. Þjóðernishyggjan lifði bara góðu lífi í stjórnmálaflokkunum hérna. Við Sjálfstæðisflokknum, Framsóknarflokknum, Alþýðubandalaginu og svo framvegis. Það var ekkert mál að vera þjóðernishyggja í þessum flokkum. Þannig það var ekki sama þörf til að skora meginstraumskerfið á hólm og þjóðernislegum grunni einhvers staðar utan á jaðri. Í öðru lagi, þá hafa þessi flokkar í seinustu bylgjunni náð árangri einkum og sér í lagi andstöðu við múslimasamfélög innflytjenda á Vesturlöndum, okkur sem ekki séu verið að skoða. Allt þar í löndunum kringum okkur eitthvað svona innflytjenda hverfi sem bera svip mót einhvern veginn af Miðausturlöndum og svo framvegis, það annars konar grænmeti og svona eitthvað, lykt og eitthvað svona og fólki lítur að þessu út. Það hvergi svolítið stað til á Íslandi. Það ekki til einn einasti gata, ekki einu sinni götu bútur sem að lítur bara þann einhvern veginn út eins og einhver önnur þjóð, eitthvað annað svæði. Og þrátt fyrir að það sé nú kannski ekkert alveg útilokað, þá það samt frekar erfitt að vera fyrst og fremst í andstöðu við eitthvað sem ekki til. Og svo í þriðja lagi þá hafa þessir flokkar líka náð árangri þegar fyrir þeim hefur komið einhvers konar öflugur, trúverðugur, karismatískur leiðtogi og svona íslenska Ysta þjóðernishærið hefur ekki verið mjög heppið með leiðtoga. En á móti kemur að þó svo að svona flokkar hafi ekki náð máli á Íslandi, þá getur hann alltaf skert það. Það auðvitað sami jarðvörum hér í allsstaðar annars staðar. Við vorum töluðum svona um Svíþjóð alveg þar til bara nýlega. Það voru allir að velta fyrir sér sko því Swedish exceptionalism, okkur ekki svona flokkur í Svíþjóð. Svo bara þar til að kom. Þannig að við erum ekki til það. Takk fyrir það. Takk öllum fyrirlesturum dagsins og býð ykkur svo að þiggja veitingar og spjalla áfram hérna frammi og halda upp á þetta afmæli, ekki fyrir samanlega, þetta er afmæli vísindafélags. Takk fyrir það.